Það komið að einn á móti markmanni. Það eru býsta skemmtilegir þættir á Stöð 2 og Stöð 2 Sport þessa dagana. A til B eða A og B sem fjallar bræðurna Arnar og Bjarka Gunnlaugssyni sem að allir fótboltaáhugamenn þekkja. Þetta Arnar landsliðsþjálfari og Bjarki Gunnlaugsson í dag stærsti umboðsmaðurinn á Íslandi og þetta með stellar ásamt Magnúsi Agnari og eins og ég segið, við vitum öll hver hann í fótboltanum. Bjarki mættur hérna, velkomin Bjarki. Takk fyrir það. Ég þarf að fá mækinn á nálægt þér. Herri, þannig að það eru menn sem að hjálpa Dóttor fútbol við að halda þessu úti hérna. Okay. Og meðal annars vinur þinn, hann Alli í nokku. Já, geggjaður, æsku vinur. Já, hann er búin að hjálpa mér hérna í langa tíma og klikkar aldrei á því og styður Dóttor fútbol, þannig að þegar þú verslar nokku þá ertu svona óbeint að styðja Dóttor fútbol. Nú veit ég að þú sett á leiðinni í golfferð seinni í haust, Bjarki. Þá voru að vera í Ekko-skóm og Tékkland áður. Þetta Ekko verið með Dóttor fútbol og það er svolítið fyndið af því við erum að tala um að íþróttir eru að breytast. Þeir voru að sæna sinn stærsta svona samstarfssamning. Það var ekki við í raun og veru leikmann, heldur við Rick Shields sem er svo stóri á hérna YouTube. Ég fylgist mjög með golfi. Það er mitt nýja passion, golfi. Já, þú spila marga geðu eitthvað vellega ekki? Jú, og á kilvurum marga þeirra vegna æðiskasta á vellinum. Ertu að henda frá því kilvum og svona? Ég var það, rosa mikið sko. Ákveður þetta hagaði svona, þú veist? Ég skapið sem að ég hafði í fótbolta hendað mér þar en ekkert sérstaklega vel á golfvellinum. Nei. Þannig að ég á kilfur á Doral, hann Trump-vellinum. Já. Blue Monster, fræguvöllur. Já. Það flög en kilvað þar. Já. Glen Eagles, mjög fræguvöllur líka. Þú ert kilvuð þar? Já, kilvuð þar. Finnst þér ekki einhvern veginn samt glórulaust að maður sem kannski byrjar að jafn seint og þú að stunda þessi íþrótt sé ekki að temja skapið betur á vellinu? Jó, ég fatt að lóksins að þetta var kannski ég. Það var ekki kilvan sem að vandamáli. Þannig að núna er ég mun róleri en samt svona, þetta er work in progress. Já, ég er nú bara hálf hræddur að fara að spila með þér einhverju tveggjamanna hóli og bregðast í þessu öllu saman. Ég meina, hérna, þessi skemmtilega þættir, hérna, ADB og núna, maður er svo vanur þessu Netflix að geta hort áfram maður satt og horfði á þetta skælbrosandi og langaði bara strax að fara í þátt nummer 2 en maður stoppar þarna af og þarf að bíða til næsta sundags. Ég meina Arnar og Bjarki, þú veist, ég er hérna, ég held að ég sé svona 7-8 ára ég heyri fyrst þetta bara eitthvað starf heiðavelli í Kópavogi, maður skilja sem að íkóspila Malavellir ekki? Þú veist Rauðmöl þannig að hérna þannig að þú veist, þið eru náttúrulega, það kemur fram í þáttunum, algjör undrabötn og bara, þetta bara svona samfellt síðuganga bara frá sjötta flokki og upp úr? Já, alltaf byrjum snemma að hafa áhuga á fótbolta og 4-5 ára byrjar að sparka að horfa á fótbolta, við horfum ekki á fótbolta. Já. Það voru kannski ólíkt öðrum að við höfum virkilega áhuga að horfa á fótbolta. Fyrir maður landslíki, Bobby Charlton, mannst ekki leikur 77, voru kannski ekki alveg fættið þá en það var fræguleikur, Bobby Charlton, eitthvað svona úrvarslið spilað á móti íslenska landsliðinu. Já, var það á Akureyri? Já, nei, það var Laugardalsvelli. Já, ok. Hitt var þegar að Josh Best mætti 81. Við eltum þetta allt sko. Við höfum greiðlega mikið áhuga að horfa á fótbolta. HM 78 vöktu við langt fram til að horfa úrslitaleikin og svo framvegis. Þannig að þetta fylgdi okkur. Ég held að líka náttúrulega vorum tvíburar. Það þátti alltaf spes að það voru tveir sem að gátu hvað í fótbolta og talaði ekki með Arnar með vinstri fót, ég með hægri fót og allt þetta er einhvern veginn svona synga allt saman. Það var áhugavert að vera að tala við pappikar og hann er að láta þig sparka með vinstri og bróðin spila með hægri hérna, ég var alltaf gaman að þessu skagadæmi þess að Akranes er þetta uník það er svona fótboltakúltúr sem þú finnur hvergi annar staðar á Íslandi og ég meina ótrúlegu fjöldi af góðum leikmönnum og svona yfir þetta hitti skagamann þá spyrir hverjir eru frændu þínir? Því að það eiga allir einhverja frændur sem hafa náð langt í fótbolta og på skaga. Þið eru samt ekki af neitt svona royal fótboltafjölskyldu? Nei, náttúrulega pappi kemur frá Akureyri. Hann fer upp á skaga og nær í mömmu og endist þar. Þannig að við erum, Kalli Þórðar er skildur okkur. Já, ok. Hann var náttúrulega flottur atvinnumaður í Fraklandi. Heldur betur. Og geggjuð típa, en svo var náttúrulega okkar fyrir með skaginn er alltaf verið þannig að þú átt alltaf fyrir mig til framveg og við höfum alltaf Pétur Pétursson og alltaf Sigur Jónsson og þessa típur
Svo náttúrulega væntanlega þegar við förum út, það er kannski Bjarni Guðjóns eða Jói Kalli að líta upp til okkar og náttúrulega bróðisins líka Þór Guðjónsson. Þannig að ég held að fyrirmyndir skipta miklu máli í bæjarfélögum eins og Akranesi og bara víðar að þú hafir einhvern svona, þessi fór þessa leið, mér langar að gera eitthvað sama eða betur. Já, það er svolítið gaman að fylgjast með þess að því að þetta svo er þetta ótrúlegur hópur sem þeir eru 73 og 74 náttúrulega allt einhverju leikmenn sem hafa annarkvort orðið atvinnumenn eða landslísmenn eða auðvitað líka Íslandsmeistari í þessum gullaldaleðum upp á Skaga hlutni fara svona á flegi ferð hjá ykkur þegar Guði Þórðar tekur við þessu. Já. Hvað var það sem gerði Guðjón Þórðarsson svona að geða eitthvað þjálfara á þessum tíma? Hann alltaf fyrstilega hann var nýjungjarn, hann kom hann alltaf tók dálítið frá Teiti Þórðar. Teiti Þórðarsson var þjálfari í Noregi á undan með Brann Bergen og var orðið nokkulega stórt nafn með Lyn líka. Ég lærið alltaf mikið á honum og þá var þess að fara einhver mjólkusýru próf hérna sem var að reyða sér til og hann tók það en hann hafði líka bara einstaklega fótbolta hæfileika. Hann var ekkert kannski að flækja hann hlutur á mikið, hann kunna velja leikmenn bara sem dæmi. Veistu eitthvað í dag sem finnst alveg sjálfsagt að taka Óla Adolfs. Já. Hann 91, hann kemur frá held í Sauðakröki eða einhvern áskotunum. Já. Er ekki Ólsarar? Steinar Adolfsson? Jú, þeir eru Ólsarar, en hann var kannski spila held ég, hann var alltaf ekki að spila Ólsvík held ég fara rétt með það en bara taka hann og við allir einhvern veginn hvað þessi hver að koma hingað svo verður hann landslísmann innan 2-3 ára bara svona, í dag var þetta bara alvöru skáting að skáta svona leikmenn eins og Óla Adolfs í neðri deildum og hann bara orðinn landslísmaður eftir og ef hann var upp í dag, þá var hann atvinnumaður. Þið líka lýsjórum í þessum þáttum að því að fullt af fólki á eftir að horfa á þetta að hann svona tölur hlýrri heldur en það sem að svona, þú veist náttúrulega gat alveg missi og allt þannig en svona heldur en almenningsáliti var á þeim tíma. Hann valdi mómentin til að taka kostin og ég held að Arnar bróði gera þetta líka. Veist, allir segja að hann sé rosa næs gæi og hann það náttúrulega en hann, svo ég heilt leikmenn líka skilur, hann lýsa fyrir mér að hann hefði tekið þetta kastið en þú verður að gera réttu mómenti ef þú gerir það alltaf þá fara menn bara að hlæja en Gaui valdi réttu mómentin og tók réttu kostin og réttu mómentinum en hann var fyrst og fremst góðu þjálfari og við náttúrulega þekkjum að frá því við vorum bara pollar, Dotti Guðjóns var vinur okkar og hann við náttúrulega ólust upp bara á heimilina, skilur, þannig að þetta var svona, sem alltaf uník sem alltaf bara skæin, sem bara ekta skæin þetta miklu meiri svona nálað en kannski fólk gerir sér grein fyrir en við áttum okkar rimmu líka og það held ég mun koma vantilega fram í þessu þáttu líka Já, það sko, ég kemur það sérstaklega ég sko, þetta auðvitað þessi tími sem að skæin vinnur frá 92 til 96 og þeir náttúrulega orðnir og góðir og það sem að ég held að kannski krakkar í dag skil ég ekki, ég svona skil það ágætlega að þeir eru svona pínu smeykir 92, þó þau séu bara 19 ára gamlir að þau séu að missa af lestinni og kannski að ég fá útskýra fyrir þeim sem eru yngri það er sem að þessum tíma eru bara ákveðið margir útlendingar leifðir í liðum og við sáum leikmenni svo bara frábæra leikmenni svo Rúnar Kristinsson, Arnar Gretarsson sem komast ekki út fyrir þeim voru 25 ára eða eitthvað áleika allt og seint þannig að þarna eru þið bara svona shit, þetta eiginlega verður bara að verða árið okkar þó þið séu bara 19 ára það pluss og þeim tíma varstu gamal 30 ára það var bara henni ég meina við komum í liðið 16-17 ára og það voru 28-9 ára gamli leikmenn sem voru að spila með hvað er þessi gamli kall að gera það hafa líka allir panik út á því að við vorum alltaf að telja árin við höfum 11 ára eftir, við höfum 10 ára eftir við vorum alltaf í einhverjum eldingaleik en það er rétt skilu að þegar við fyrir til Feyenoord 92 þá voru 4 útlengaleiðir og við vorum 2 þeirra einn var Ungari og einn var Nígeríu þannig að sá tíma að komast út þá var miklu erfiðar heldur en er í dag og þá voru heldur ekki þessi akademíur eins og er í dag Ég meina, kannski ég fæ að setja mækin aðeins nærðir og tala bara svolítið náttúrulega þessu. Ég meina, Henrik Larsson náttúrulega kemur þarna síðar sem náttúrulega leikmann sem fyrir náttúrulega beint að slást við ykkur þetta allt saman. Þetta er auðvitað Feyenoord verið meistari á þessu tímabili en það er svo sem þú greinir frá því vel í þátturum að þú lendir í þú ert ekki bara einhverju náravesinni, þú tábrotnar, þú lendir í einhverju hnévesinni og ég meina var það, mamma einn kemur ágætlega inn á þessum þætti að hún hafi alltaf
það hafði kannski engin áhuga að hlusta á hana á þessum tíma eða eitthvað slíkt en hún var að veltaði fyrir sér herðubyttu þeir voru að spila með 4. flokki, 3. flokki, 2. flokki meistaraflokki og 1. flokki þú veist, þetta var bara eitthvað það var bara ekki þekking á þessu tíma mamma var náttúrulega eina sem að kveikta á þessu og en veist, það var enginn að hlusta á hana og hvað þá við af því við náttúrulega bara spila hvað sem leikur morgun, ekkert mál þannig að fyrir okkur var þetta bara gaman og svo maður eins og Arnar lýsir í þettunum að þegar kom að hausti og það var að telja upp á kassanum og þá var eiginlega ekkert eftir og við alveg búnir á því 3. flokkur sem átti að hafa að rúlla yfir þetta mót, tapa úrslitaleikum á KR sem að nota með leikur sem Magnús Agnar spilaði með og hann þreytist seint á að minnast á þennan leik nokkuð 4-1 framherjinn stæðilegi Óskar líka og fleiri góðir sko. Þeir minna með á þetta reglulega sko. En veist, við áttum að rúlla þessu öllu upp unnum ekki neitt og við nánast bara út brunnir hann að haustinu sko. Já, ég meina, en svona svo ef við bara svona að því að árum kostinga var ég svona sko, lesa komið viðtöl við og annað slíkt svona, þegar þú talar þinn feril þá svona, þú talar svona stundur svona, þú veist svona, ákveðin, kannski ekki eftirsjáðan þú svona talar þú veist, hvað hefði getið orðið eða eitthvað slíkt, menna, þú ert náttúrulega nokkuð óheppin Já, basically svo ég líti á þetta þá var, hæfileikum var sóað Já, þú segir það ekki þáttunum. Já, þeim sóað, en veistu ekki að því að ég var einhver rugli, skilur, veist, liði óheilbrigðu lífi en eitthvað svoleiðis, ég veist, lagði mig fram og reyndi að gera allt rétt sem að var það að vita á þeim tíma. En náttúrulega eftirsján að núna veit ég að í dag að það sem að maður gerði þá var bara kolvittlust. En náttúrulega þekkingin var bara ekki til staðar sem í dag, fyrir leikmenn. Sko, ég meina, núna ert þú umbósmaður og núna ert þú veist, umbósmaður eiginlega svona pappi, lögfræðingur, mamma, sálfræðingur, bróðir, leikmann, svona slíkt. Ég meina, þú veist, svona eftir að hyggja, hefur þú þurft eitthvað svona bara 52 ára Bjarka Gunnlaugsson til þess að hjálpa þér? Algjörlega, bara alltaf þessu sem þú lýsir. Og það var líka ástæðin fyrir fór í þetta. Til þess að geta kannski leiðbent leikmannum sem skilur fótbolti, þú endar alltaf sem að skilja enda. En það eru leiðir að skilur markmiðunum sem þú þarft að fara. Dæmið, þú getur ekki hoppa frá Breiðablik í Manchester United. En þú getur fara frá Breiðablik til Skandinavíu, til Spánar og síðan til Manchester United. En þú þarft að vita þessar leiðir og stundu þarft að taka leið tilbaka til að taka 2 skrefi áfram. Men Alfred Finnboga gott dæmið það. Þannig að hann fer út, Breiðablik lókarinn, gengur ekki upp. Fer tilbaka til Helsingborg, finnur þá markaskona og sjálfströstið og það til Hollands og það áfram. Þannig að þetta oft veist, líka þetta að geta leiðbent leikmannu, hver besti leiðin til þess að ná þeirra markmiðum. Hver einasta leikmann hefur sinn hæsta level. Það okkar að finna það level, við vitum það ekki í dag. En við þurfum að finna levelin. Kannski það bara besteldin, kannski það skilur Skandinavía eða Holland eða þá stóru 5-deildinar sem náttúrulega alltaf enda markmiðið í þessu okkur að koma leikmönnum inn í stóru 5-deildina. Það náttúrulega bara the holy grail og þá helst í England. Já, ég meina, það sem svo skemmtilegt líka í þessum þáttum er að þeir eru mjög eftirsóttir á þessum tíma og ég meina, en þeir sem að svona leika okkur leikilhlutverkum að reyna hreyfa ykkur þú veist, Pétur Pétursson Feyenoord og Ásgeir Sigurðsson Stuttgart. Nákvæmlega. Og ég held að á sama tíma hafa þessi menn líka verið að hringi Gumma Ben og Akureyri. Já. Veist, þannig var þetta bara gælanda það var ekkert væskátt eða klippur, ég man alltaf þegar þið fóruð til Feyenoord á þetta trial þá komum við á, ég man ekki hvað RÚV var þá, Laugaveginn með eitthvað leiðis og pikkuðum upp Vaff á S-bólu af mörkunum og einhverjum aksjón frá tímabilinu 92 og við fórum við það útskilu þeir hlustuðu bara Pétur Pétur hringdi út, hann var spilað með Vinni Jamsen toppgóð sko og hann ringir út að stýpuráti geggjaðir og endilega komið og skilur kíkja á þá en þeir veit ekkert meira okkur af því að þannig voru bara tímanir. Það sem líka svo gaman það til svo flotta myndir á sig þegar þið eru annarkvort að skrifa undir eitthvað og Pétur í símanum að þýða þarna fyrir ykkur geggja, Bergur heitir pappi Guðna hann sá fyrsta samningin okkar. Þið voru ekki með umbósmann? Nei, það var bara Pétur og svo Bergur Guðna og af því Bergur hafði náttúrulega Síður Gunnar Bergs fór til Tottenham árið undan. Þetta var bara greifst eitthvað sem var bara, þess að gert áður besta leið til hans og þannig að þú veist eins og
hverju voru umba fyrir hérna íslenska leikmenn á þessum tíma, eins og fyrir Ásgeir Sigurðsson eða Sigga Jóns eða þess að kalla? Ég veit ekki neitt bara. Ég held að fyrsti íslenski umbásmaður var Ólafur Garðarsson. Svo Bjarni Sig, markmaður hérandi, hann var líka í þessu, var ekki framar hann Olli, já. Þetta var bara einhverju skutulíki. Þetta var svona bara hobby fyrir mönnum og ekkert svona först vinna eða einhver alvara bak við þetta. Sko. Þannig að þið farið í raun og veru ekki með einn umbósmann hann út. Hvenær hérna, bara út af því að þú ert í þessu í dag, hver er fyrst umbósmaðurinn? Er það Kerry Moise? Fyrst umbósmaður minn er Þjóðveri sem að við förum með til Nürnberg og Kerry Moise tekur við okkur svo seinna. Fyrst með Arnar til Bolton og svo mitt í Preston. Það segir ofta að ég sé fyrstu eini leikmann sem hann selti bróðir síns. Það enda ekki náttúrulega vel. Nei, það er hérna, sko, en þú spyrir svolítið í Þýskalandi. Ég meina, þú ert að spila með Nürnberg og Mannheim eða ekki? Já. Það er þetta gaman að skoða þegar maður að skoða leikina þeir og þú ert að spila með Jürgen Klopp. Já, hann var í tvæti búndisliðan alveg sterk deild, skilur og maður leita alltaf á þetta sem að reyna að komast upp í erstu búndisliðuna og Waldhof Mann, hann var þá svona klúbbur sem var að berjast það, þó þessi klúbbur í dag sé búin að vera í þriðjudeildinni held ég síðan eða fjallur niður með mér 97 held ég. Þetta voru alveg leiðir upp í, ég var alltaf að reyna að finna einhverju leiðir til að komast áfram, veist, en maður alltaf hugsaði bara út frá hvernig maður mata sjálfur, það var enginn að ráðleikja manni beint á sko, sem maður kannski saknaði. Sem er í raun og veru þitt hlutverk í dag, núna í dag ert þú svona ráðleikja mannum og... Algjörlega, og það er bara stórt hlutverk. Samningisgerðin sjálf er minnsti hlutin af þessu, þó við séum svo mikilvægast, en náttúrulega fyrir leikmanninn að fá góðan samning og allt þetta, þá er allt hitt sem gerist bæði fyrir og eftir, það er líka vinnan sko. En þegar þú ert þarna líkur meiddur í Feyenoord og svona, í hvernig þetta hringja og væla og reyna að fá eitthvað svona aðeins til að segja við að halda áfram ekki? Já, vantarlega bara pappa og mömmu. Já, og það var kannski eitt símtal í viku eða eitthvað? Já, nákvæmlega, og það var panta með einhverju fyrirvara. Nei, þetta var bara einhvern veginn, svo náttúrulega heldur alltaf að sé að laga, svo vaknar bara 3-4 árum setna, hvaða ákvörðun tók ég og bara komin dálítið út í öngstræti, sko. Það átti að reyna að klóra þetta tilbaka og það held ég sér hérna kannski, þessi fyrsti átti sem ég upplegaði kannski að ég var alltaf að leita einhverju leið til að komast til Englands. Já. Það var alltaf, ég fór til Noregs út af, það voru sömu eigendur á Wimbledon, það eru England, skilur við. Og svo náttúrulega til Preston, frekar en að fara eitthvað annað, því ég vildi reyna, skilur við, hasla mig völl inn í Englandi. Ég var alltaf reyna að leita að komast til England, sko. Já, breyka England. Já, ég meina það, og það er ennþá í dag, ég meina, ef þú spyrir alla leikmenn í dag, 100 leikmenn, atvinnumenn íslenska skilur, eða eru til það margir, þeim myndi allir segja, alla 99 myndi segja England, það væri þeirra enda markmið, en það ekkert margir sem komast okkur. En þið samanlæst það að þið voru alltaf óþólumari hérna Feyenoord og yfirgefið Feyenoord og þið eru báðið saman og það er heimskasta ákvörðin sem þið hefur tekið, eða versta ákvörðin. Já, versta ákvörðin og kannski dæmi sem að þess vegna kemur Bronkost fram líka í þessum þætti. Giovanni van Bronckhorst, hann var með okkur í varaliðinu, hann var náttúrulega Feyenoord maður og hann fór bara þessi leið að bara, eins og maður segir oft við foreldrar og leikmenn, trust the process. Þetta sumum veist að mjög þreytt lína en hún á svo vel við, ef þú hefur skilu hæfileika og það verður að vera þolinmóður og sérstaklega þegar klúbburinn hefur trúað þér og það var aldrei þannig að Feyenoord var eitthvað að segja þið þurfa að fara stráka, þið hefur ekkert að gera þarna. Það var eitthvað við sem vorum, og ég held líka að maður hugsa tilbaka, það var alltaf pressa frá Íslandi, veist, kannski vinum öðru af því að, hvað er þetta ekki að spila á Feyenoord, hvað er þetta í lúsir þetta, það var ekki illa meint, það var bara, og þá upplýðu bara, herru, já, við ættum eiginlega að vera að spila, skilur, staðan verið að segja, herru, við erum með Feyenoord, við erum bara alveg rólegir, við erum á fínum volum. Já, nei, ég meina, og svo er náttúrulega teiknast það þannig upp að, þú veist, Skæin og Feyenoord mætast þarna í þessum leik, sko. Já, ég hef alltaf meitu þá, Arnar spilar og algjörna stingar, eigin sögn og já, bara minni sögn líka. Það er líka bara, veist, erfitt að hugsaði þetta bara, þú veist, að koma okkur svona þorpi, eða þú veist, þetta er náttúrulega Skæin ennþá minni þarna en í dag, sko. Já, bara útilegt. Ég man að ég var í hlutverki leiðsögum að þeir koma allir út með, ég veit ekki, 10 flugvélum þarna, þá var ég að lóðsa fólkum barina. Ég hef séð okkur eitraða myndir af þessu og Rósand Birgisson með við för og allir skamenni mættir. Þetta var geggjað tími. Þetta er ótrúlega tími og ég meina, þú veist, en þið komið þarna,
þeir komið heim, þeir komið svo kemur Arnar kemur náttúrulega heim og skora 15 mörk í 7 leikjum og allt stíkt og Það er kannski gott að tala það kemur kannski ekki alveg fram í þáttunum ástæði fyrir að koma heim að ég núna sem umbásmaður að kannski gagnrýna stráka sem eru að koma heim fara út og gefast upp en í okkur var það þannig að þessu tíma var Bosman málið svokallega ekki farið í gegn þannig að við þó samningu við Feyenoord runn út þá voru við ennþá eign Feyenoord við þetta hljóma farlega í dag og þeir stjórnið okkur þannig að þeir gáttu sagt bara nei við öllum tilbúðum þannig að við þurftum bara að koma heim til að spila bara að því við vorum bara stökk við vildum ekki endursemja en þeir átt okkur sem pælt í þetta maður að segja þetta maður bara, maður vil trúi sjálfur sér sko. En menn töluðu sko á þessum tíma að Bosman geti eðrætt fótboltan ég meina það var ekki það því að þú kemur á Hollandi Hvað segirðu? Það var aðalega lið, já, algjörlega að því völdin færðist náttúrulega frá liðunum yfir til leikmanna eins og þetta dæmi segir Já, heldur betur og ég meina að þú ert þannig í Hollandi og þú náttúrulega horfir upp á náttúrulega eitt flottasta fótboltalið bara Evrópu svona pínulítið hverfa í Ajax út af Bosman-málunum. Það var svona byrjunar, kann man segja, örðuleikar í þessu stíi en svo náttúrulega bara þróast þannig að lið náttúrulega eru bara fyrir til að endursemja leikmenn, skilu. Það er mjög fáið sér renn út á samningi nema að segja eitthvað sérstök ástæða fyrir því. Þannig að liður bara aðlaðast öllu sko. En við erum samt að sjá, við erum að sjá 3 Liverpool sem hefur svona verið svona módel vel rekin klúbbur á síðustu 10-15 árum eiginlega bara frá því að Gillett og Higgs seldu og þetta FSG eignarhaldi kóp að nú eru að sjá 3 ofurstjörnur og þetta er svona og klúbburinn er svona hvernig var og við getum ekki samið á alla 3 við erum að pikka hérna og þeir eru greinlega að halda í einhver struktúr líka og það fari ekki böndunum og svo líka er bara stundu þannig að lið meta bara að það sé meira virðið að selja ekki leikmanninn vinna titla, meistardeildið með öllu þeim peningum sem því fylgja að það sé bara meira peninglega virðið heldur en að selja leikmann og láta það frekar enn á samningin og eru kannski, liðbúli kannski í dag búin að undirbúa eitthvað, hotjet þannig að þeir eru verið allan að vera nokkuð rólegir yfir þessu þannig að það er eitthvað að gerast bak við tjöldi sem maður veit ekki alveg sko að þetta er svona helsta ástæðunar kannski fyrir þessu Það kannski bara aðeins að þínu ferli ég meina að þú kemur inn þetta 95 liði á Skaganum kemur 92 liði á sömuleiðis ég meina að þú berð þetta sama við eins og 99 liði sem að þú spilaði með KR kemur náttúrulega í mjög gott KR lið ég meina hvað er besta liði sem þú spilaði með á Íslandi? Besta liðið er klálega 95 liðið. Hefði það lið fengið bara undirbúrstíðanbíl og þú ert bara með stjörnulið. Og með þess að bekkurinn er með þess að stjörnul líka. Skilur Bjarni Guð og Stebbi Þórðar og veit ekki hvað skilur. En það lið náttúrulega vil að koma inn í það miður tíðanbíli. Þannig að en sem einstaklingar og sem lið þá held ég að það lið var klálega besta liði sko ég man eftir þess að ég er í 10. bekk þarna förum í hádeginu og það er eitt annað 17 ára sem að skutla dröslast með okkur upp á Skaga að horfa á Reið Þróesleikin það var bara eitthvað 3. degi klukkan 2:30 eitthvað svoleiðis og aldrei hef ég séð Íslands lið sundur spila einhverja aðra atvinnum sko allan í minningunni það var bara Skagalið í dauðafærum bara frá því að leikurinn byrjaði og næsti leikur eftir var Bayern München Reið dróst á móti Bayern München og 100 sem betur en Reið Þróes við töfum útileiknum 3-1 áttum að vinna hann, ég klúður einhverju dettara þar þannig að þetta var svona lið sem við áttum að slá þannig að þetta lið klálega að því að þú ferði við lið, það voru það landsliðsmenn eða fyrir maturmenn og það er dálítið svona fáheyrt í dag allan Sko þú spilar þú 27 landsleiki og 7 mörk og það sem er náttúrulega þú átt eina geggjaða þrennu sem engin mann eftir sem gerir bara í svo sorglegum leik á vissan átt fyrir mig ekki kannski fyrir þig og fyrir Arnór og Eðsmára og alla þá sko ég meina það er þessi leikur er þetta ekki mútið Eistum og meina hann minnist þessi allir þessar leiks fyrir sem leikinn þegar Logi tók Artur Guðjónsson út og setti Eðinn og það átti síðan að vera einhver hátíð á Laugardalsvelli í næsta leik þar sem þeir áttu að byrja saman í þá daga og það var dálítið mála að fylla völlin og þetta átti að vera þannig bara þeir átti að spila þessi fyrsta landslík saman í næsta heimaleik og til þess að bara selja, trekkja fólk að og svo framvegis og þetta var bara ákveðið og allir sáttu við það og Eiður kemur inn á fyrir Arnar og ef maður googlar þetta í dag þá er svona
kemur frétt það og svo kemur, by the way, Bjarki gerir 3 mörk í leiknum og með þess að þannig, ég gerir 3 mörk í fyrrháleik og beðum skiptingi hálfleika því að þetta var á miðvikundi held ég og við áttum leik á föstudegi í Þýskalandi, í deildinni þannig ég segi Lói, er þetta bara fínt það og bara allt í góðu, en svona eftir á hefði kannski talt á hann Þetta er gaman að fara yfir næstferðin, þú skorum fyrsta marki á móti Bandaríkjumönnum þegar þeir eru undirbúið sem verið HM94 og þar er að spila Brad Friedel í markinu og Alexis Lalas og Balboa og allir þessir Kobe Jones og hvað er heit allir sko og okkur fannst bara sjálfsagt að vinna á líka Bandaríkjum var ekki rétt að byrja þá held ég en þeir stóðu sér vel í HM þeir náðu hvað í 16. úrslit og töpuðu 1-0 ekki fyrir Brössun þannig að það voru áhugaðarleikir Ásgeir Elíasson heitinn þjálfari þá hann er flottið þjálfari í dag hann vildi spila boltan hann spila boltu vörn og miðju og svo framvegis hann vildi þess vegna valda náttúrulega þannig landslið sem er meiri fótboltamenn í hann landslið, hann hefur orðið frábær í hann nútíma fótbolta Ég man auðvitað mjög vel eftir því að hafa farið þarna þegar bronslið Svía kemur til landsins og það er alveg stappaður Laugardalsvöllur og aftur, ég held að þú komir að inn á bara í svona penju setnáleik og við gjössanlega yfirspilum Svíjana og erum í svona minningunni, þetta er náttúrulega falska minningar kannski, en við erum í færum non-stop í svona leik ég man þessu leik og úti við Svíja það Arna gerir glæðislegt aukaspyrnumark en það voru alltaf svona one-off leiki sem voru bara mjög flottur og fínir en vantaði allan stöðuleika og kannski í dag þetta orðið var kannski struktúr það sem menn getur bara náð í úrslitum ég man eftir leikum út í Tyrklandi út í Tyrklandi á gamla Galatasaray vellinum The Hell og ég man í rútunni fyrir leikin menn var bara mýgandi í sig bara þetta var bara allt annað en menn voru vanir að sjá og heyra Ég meina, en við erum alltaf að tala um þessa gullkynslu þessi drengir fættir kringum 89-90 sem að fóru náttúrulega með okkur í þessu stórmót og heyrir náttúrulega réttilega langbesta landslið sem við mátt en ef horfum þetta gæni kringum þig það er náttúrulega þú og bróðin þú ert með Dóta Guðjón sem að spilaði í Spáni og Þýskalandi og Englandi og Lárus Orri og þú ert með Hemmar Heiðars og ég meina Helgi Sigfred til Panathinaikos ég meina og svo ertu með fulltrúnar leikmann í Rúnar Kristins Egil Sverrisson sem hann endist mjög lengi ég meina þetta er mikið og svo er Eiður að koma að inn ég meina þegar maður horfir á þetta svona hvernig var ekki að búa til eitthvað það kom bara fyrst með Gauja þegar það tók við landsliðin þá fattaði bara við þurfum að spila okkar styrklingum og þá var það 5-4-1 kerfi sem þessi Arnar hefur spilað í dag í hérna Evrópukefni og vantilega landslið mun spila eitthvað líka í erfum útileikjum en þá var það bara góð struktúr svo voru við menn sem gátu skora mörk og þannig var lassfótbolti líka það var góð struktúr það var engar átuteknar boltanum lúðraði fram lönga engust en svo voru við með töframenn að segja þess að þriðingi Gylfi Kolbeinn, Alfreð og Jói Berg og allir þessi gaurar, þeir gátu skorað þannig við vorum alltaf að fá okkur lítið af mörkum en gátum skora mörk og það er alltaf góð skurt í fótboltaleik við vorum samt með þetta líka eins og í Rikka Daða og annars það vantar bara struktúr og kannski líka bara sambandi fyrir eitthvað veikt þarna með kannski það var engin peningar á þessu tíma við duttum úr og það var líka hluti af kannski þessu paniki sem var hjá mér og Arnari það voru ekki landsleikir það voru ekki undir 19 var lagt niður og við spilum undir held ég 16 og svo bara undir 21 hitta bara eitthvað grín þannig að þetta var alltaf þannig líka að menn upplöfu kannski að við þurfum að spýta lóknum og drífa okkur út Sko, þú ferðan til Preston og átt bara flottan tíma það spilar mikið að leikjum hjá David Moyes og ég meina var eitthvað við David Moyes sem sagði við hann átti bara alla leiði þannig ég þetta séu bara Wenger og Ferguson sem hafa stýrt fleiri leikum í Premier League sko. Já, það var eitthvað við hann klálega en ég var að ljúga ég myndi halda hann þá að hann myndi þjálfa United en það var kannski aðeins stór biti fyrir hann þá að taka við af Ferguson Spilaði með þér hann spilandi þjálfur þetta Já, nei, sko fyrsti leikur sem ég fer daginn eftir byggjárleikinn hann 99, hann enda september faldi ég meira þess að það var ekki svona transfergluggi í dag var ekki svona hægt að svo bara mætur til England og byrja að spila leiki þannig að við spilum ég held að hann fyrsta leikin svo hætti hann alveg en hann var alltaf hann var svona hands-on gaur á æfingum hann var búin að stilla upp alla æfingar sem ég aldrei séð áður við mættum æfinguna hann var þá hoppaði frá einu drill í annað og hann var hands-on, hann var ekki manager sem stóð á hliðarlínu með hendur og var bara að fylgjast með eins og maður heyriði kannski Arna Lisa, Martin O'Neill og svo Brian Clough áður fyrr og
þessi gaur var svona fyrsta kynslað að þjálfara. Það Kenny bróður hans að agentið þinn, sem umbúsmaður þinn. Já. Sko, bara því að við erum ekki komið það langt inn í söguna með Arnar og afsaka ég sé að tala bróðir, ég er að fá þig í spjall. Að hann með einhvern umbúsmann sem gerir allt geðbilað hjá Bolton þegar þú veit þessi gunslingar tímiðar, hann bara skorar í hverjum leik og fullu og það er Kenny. Já. Hann bara, þú veist, hann svona bjóð til hann hvernig hann tók Arnar úr Bolton og fór með hann í burtu, sko, það var svona það sataðins í stuðningsmönnum félagsins. Já, en þá það hinliðin sem að kannski almenningu veit ekki að þetta var narrativ sem Bolton vildi. Bolton vildi selja Arnar. Þeir gátt ekki sagt það, af því að Arnar var mikilvægast leikmaður liðsins og þannig spilaðir þannig að Arnar verið vondukallinn. Þannig að hann þurfa að þvinga sig í gegn og þá líta þeir vel út, þeir fá peninginn og gagvart aðdáðandum skilur líta þeir vel út. Þannig að þetta er svona leikrið sem að maður skilur betur núna en á þeim tíma kannski erfiðar og hvað það fyrir fólk sem er að fylgjast með bara í sjónvarpinu eða það ekki podcasta? Nei, ég skal viðkynna þeir allan náðu að gappa mig líka þannig að ég keypti þetta bara þannig að Arnar var hann var keypti fyrir 2,2 milljónir punda sem var mjög há sala fyrir Bolton og til úrstendalins líka. Þannig að ég rauna að þetta vera fagnaðarefni en þetta endaði svona súru nótum að því að þetta átt að vera gleði fyrir alla aðila, vinn fyrir alla aðila. Heldur betur, ég meina að þú spilar síðasta leikinn fyrir þá úti Preston 2001 svo þetta komin í símadeildina 2002 og færði heim upp á Skaga og svo verið upp á KR verið Íslandsmeistari þar. Þú veist, ég kynnist þér 2004 það sem þú leikmaður á KR og þú ert eiginlega aldrei á æfingu með þú ert hlaupaðin í kringin og ef við erum að horfa 20 ára aftur í tíman, hvað bara aðstæða var ömulega á þeim tíma að við vorum ekki eins og æfa á malavelli, við vorum að æfa á undirlægi fyrir komandi gervigras þannig að við vorum að æfa á mold í mars og april en þarna svona upplefa maður þannig að þú ert svona pínu eirðalus sem þú ert bara þrítur bara bitur ég til dæmis bara dæmi og örugglega verið ekki góður liðsfélag ég til dæmis man ekki eftir þér ég er ekki, ég bara man ekki eftir nei, þú veist alltaf neikvæður og mér 100% 100%, ég man eftir að val 99 en ég man ekki eftir þér þannig að ég örugglega verið vonlaus liðsfélagi. Nei, þú varst aldrei á æfingum, þú varst alltaf að hlaupa í kring og ég man eftir því að sko, það kemur einhver vitleysa uppi eftir dæmi og fórum í Evrópuferð til Shelbourne til Írlands og það var einhver smá vitleysa á mér og einhverjum manna og svo kemur einhvern veginn þannig að Willum segir sko, ég ætla að láta hópin velja ráða þessu og þá labbaður svona eitthvað að mér og sagði ef þetta væri ekki bara einhver helvitis áhuga með þá myndu aldrei koma aftur. Já, það var eitthvað djöfisvill sem að gengi ná í Írlandi og þú veist, en þú varst rosalega lítið á svæðinu og ég meina, og maður svona, sko, talandi þetta eirðarleysi. Í dag verður þetta þunglitið. Já. Í dag, örgulega. Það, þú veist, þarna ertu allavega mjög svona múti á æfingum og sko ég svona tengdi svolítið við þetta ég fór að lesa, var svona pæli þessu í dag ég meina eins og Gylfi lendir í hjá Val í sumar, bara verður einhvern veginn eirðalus bara hlutinir ekki eins og hann sá þeir fyrir sér og hann gjössanlega bara höndlar þetta. Bara leið hann sá að titillin var ekki að fara það var ekkert að gerast þá sá maður alveg bara áhuga að minka og var eins og lýsir bara eirðalus sko. Þannig að ég hef svona fullan skilninga á þessu. Af því að svo kemur náttúrulega vinnuður maður Gylfi og tekur við liðinu ára eftir og það líka annað bara eitthvað skýta ár. Það voru eiginlega, ef maður hugsa svona tilbaka, það voru þessi ár frá því ég kem heim 2002 til 2012 voru bara svona það var fótbolti ekkert í aðalhlutverki hjá mér, skilur bara líka að því ég vissi náttúrulega að ég myndi ekki ná mínu markmiðum að fara til leiklas skilur að spila í Premier League og þetta var bara feit út þannig ég var aldrei, ég samdi alltaf í lið þannig að þetta var pay as you play veist, og það bara til að láta ekki þannig ég get farið, veist, ég voru með business í Miami, í Skotlandi þá gætum alltaf farið og það var saminskapit skilur sem ekkert ideal undirbúningu fyrir, það var ekkert alveg það mikið æft vel, ég bara æði mikið fótbolta og það var kannski ástæður maður var alltaf meiðast aftur nema senast ári. Ég sko, við fórum saman til Færeyja sko
Já, 2004 ég er nákvæmlega ég man að þú sagðir umölu leikur ekki, 2-3-0 en það var 3-0 í hálfleiku, ég kom inn á hálfleiku og setti í lás já, ok, já, vel 3-1 en þá, sagður, þá stoppaður með hann á leiðinni í rútur og sást ég var einhverju gulri peysu og sást ég að ég keypti hann í retro þá varst þú líka vestlunarmaður já, vestlunarstjórinn það var rétt, við opnum búð þarna 2002 þú er verið einhvers ég segi, það er bara gaman að magnaða helviti, en ég meina ok, en svo er það þannig að þú ert svona spila ekki fyrir eitthvað eins í Val og kemur aðeins við sögu þar sko, eitt skrítnasti tími sem ég fylgist með ykkur bræðurum var að kynnist Arnar aðeins og fara svona að halda með honum það var þegar þið tókuðu sko, þið björguðu skaliðinu og ótrúlega skemmtilegan hátt 2006 með að fara bara all guns blazing þú og Arnar og Dotti og Bjarni Guðjóns og svo var Habbo á kantinu og það var bara erfitt að eiga þetta og drullu skemmtilegt lið á morgun átt og við pökkum okkur saman hérna á Kópavogshætti við náðum einhvern veginn í jafntefli á móti ykkur en þetta var mjög gott lið og maður bara svona ok, þetta er kannski einhvern veginn öðruvísi fótbolti sem ég er að sjá hér Gauji ráðin síðan og fyrir að spila allt öðru sem fótboltaðin því þarna er Gauji náttúrulega ekki eins og hann þetta var ekki early 90s Gauji sko, hann var farin hann í en þið tækir síðan aftur við liðinu og þá, það er í fyrstu dild og því þetta sé 2008-2009 og ég fór á nokkur leikið hana og þið voru komnir það djúft inn í Matrixið að Arnar Gunnlaugsson var orðinn svípur þið voru svona einhvern veginn þetta var bara góður íslensku fróða Það var náttúrulega talandi Gauji að bara byrjum að því að veist ástæðan fyrir hans kannski skilur hnignun, það er bara í fótboltins öðru bara lífið bara þróast, fótboltið þróast og hann stóð í stað það var hann að reyna hluti sem voru gekk vel 10 ára undan þá þess tíma voru við þá að byrja á hinum undanum og að reyna svona voruð mikið Barcelona og þessilega vorum við að kynna þetta skilur við leikmann í Íslandi og Akranesi að bakverðir hann að splittast og hafsendar spila hann með hérna og allt þetta það sem við glemdum að segja og leggja áherslu á var bara hvað gerist þeim með þessu boltan þá þurfum náttúrulega skilur þetta liðið og allt þetta fyrir okkur var þetta bara sjálfkrafa skilur að þetta myndi gerast en svo kannski verið ykkur aðra að skilja og það er þessi hlutur þess að vera ekki oft góði leikmenn ekkit endilega góði þjálfarar að því fyrir þeim er þetta svo einfalt en að útskýra það kannski og ætlast til að annar skilji það er ekkit sjálfsagt og það er það sem Arnar hefur kannski gert núna frá því að við vorum á þessum tíma, ég meina Arnar spila móti HK, með þetta Kópavogshætti hafsend mér minn svípur það var eitthvað svona eitthvað nákvæmlega, þannig að það var eina af þessum geggjum hugmyndum en í dag það myndi hann geta útskýrt það skilur við leikmenn, hver pælingin er nákvæmlega sko á þeim tíma var það ekki til staðar. Nei, eins og ég segi, þið náttúrulega komið alveg ótrúlega feskir inn 2006 og bara eins og ég segi, þetta var mjög skemmtilegt lið og þú veist, þið fenguðu alla með ykkur í lið, Bjarna og Dotta og þú veist, þetta var skemmtilegt fótboltalið sem þið settuðu saman hérna. Þið tóku við að Óla Þórðar hérna á miðju tímabili. Já, nákvæmlega. Bara mættu þarna en svo náttúrulega er þessi náttúrulega bara þannig við setjum bara punktið með þessa leikmannaferðin. 39 ára, þetta er besti leikmann í deildinni. 20 leikir og bara einhvern veginn svona midfield maestro að í lokin náttúrulega orðin einhver djúpur miðjumaður og ég meina ótrúlega flott leið að klára þetta. Já, það var alveg lífsnauðsynleg leið fyrir mig að geta endað þetta einhverjum nótum og það var svona eins og líst að 10 ára undan það var þetta bara svona hobby en þetta tíðanbíl þá vildi ég bara fara all in og ég man ég sæði við Heimir þegar tíðanbíl 2011 lauk, þá var einhver æfing og ég náttúrulega meittu bara fór til hans og sagði, herru, ég ætla all in á þessu undirbúrstíðanbili, vera með öllu fótboltaæfingum og spila þetta leiki og bara, vera í fótboltaæfingum ekki bara hlaupa og lyfta eitthvað þannig að það var klár hugsun að geta endað þetta vel, þannig að gæti orðið kannski svona sáttari við fyrirlin og bara kvattan, skilur, á svona einhverjum góðum nótum, þó að þetta var aldrei orðin sem maður kannski sá fyrir, en ég skilur var sáttur. Já, ég bara annað dæmið sem getur sagt og það var ekki mjög nættum mér, ég var markmannsþjálfari í 2 vikur fyrir bikarúrslitaleikin, þá sá ég bara að þú mættir alltaf 1,5 tíma fyrir leik, æfingar eða hvað varst að gera. Já, var skokka ringið ekki. Komaður, þú veist, virkilega, þú veist svona alvöru pró í þessu umhverfið þetta hjá
FO, ég meina FO á þessum tíma var náttúrulega flottasti klúbburinn á Íslandi og mest pró á þessum tíma. Talaðu þig, ég man þetta einnig sögu þér. Alltaf hann Val, þú spilaði með Val hann 99 og hann skoraði báði leikinu hjá þér. Það var útileikur við Val, vinnu 2-1, eftir leikið maður það var alltaf vani að liðin fóru að borða á kaffi og ég að ná mér í einhvern matan til hlaðbærinu og þá heyri ég einhverjum gutta fyrir aftan mig segjandi Bjarki Guðlis, hann getur ekki raskat. Já, það hefur alltaf verið ég. Það varst þú og það var einn aðeins sem sussa á þig og það var Gummi Hreiðars. Manstu þetta þessu? Já, ég maður þetta. Ég maður mjög verið eftir. Þetta var þessi litlu litur sem var... Þú átti líka að heyra þetta. Já, ég veit það. Algjörlega, ég vissi það alveg, sko. En ég veist að fyndið. Já, það var Gummi. Látt ekki svona. Hann var harður á Gummi Hreiðars, sko. Talandu skemmtið, hann er náð langt. Skemmtið bara eins og með Jamaica og íska landslið. Geggja, sko. Bara ótrúlega fær. Já, alveg bara algjör professional. Ég meina, en þarna líkur fótboltaferlinum. Sko, hvert fyrir þér, svo ferði ég umbóðsmennskuna, byrjið með Total Football. Hvaða árið það? Það bara strax eftir, bara leiða ferlinu líka 2012. Hvert hlutverk umbóðsmanns? Það fyrst og fremst að, eins og sagði hann, að reyna, bara í einföldu máli, að reyna að maksa hæfileika hvers og eins. Það bara fyrir mér þannig með 1, 2, 3. Að reyna að finna einhvern max level hjá hverjum einum og inn í því náttúrulega fléttast inn samningagerð og allir þessi hlutir. En ég held að allir strákar sem að hafa draumur á atvinnumenn, þeim dreymir alltaf skilu að hæst, skilu að fara sér lengst og það er náttúrulega enska deildi þá allir hafa sitt uppáðslið í ensku deildinni. Þannig að það er alltaf draumurinn og það er okkar hlutverk að náttúrulega draumur þarf að byrja einhvers staðar og hann fer ykkur ákveðna leiðir og vonandi tekst það. En fyrir mér er að reyna að hjálpa að mér er svo mikið sóun ef að menn er að sóa hæfileikum, skilur, í bara einhverju, skilur. Og svo náttúrulega fá menn alls konar, svo er umhverfið þannig, náttúrulega menn fá alls konar ráðleggingar frá alls konar fólki sem að meinar vel. Veist, það getur verið foreldrar eða vinir eða hvað sem er, en kannski þekkir ekki alveg bara mekanisman í þessu. Og maður segir oft, skilur, að þetta orð mér finnst, það bara skiptir ykkur máli. Það skiptir ykkur máli hvað mér finnst eða þér finnst eða einu skiptir máli hvað þjálfarinn finnst. Þannig að þú þarft aldrei að tala sálfræði í fótbolta ef að leikmenn, ef ég geti aldrei námskeið fyrir leikmenn sem bara snerist fyrst og fremst að leikmaður þekkti þjálfarinn sinn. Af hverju þjálfarinn tekur ákveðun skilu sem hún finnst alltaf beinast gegn sér. Já. Það væri hálfu sigur unnin. Þetta er svo að þú voru að skilja þjálfarinn. En ekki líka, sko, nú verið að svolítið árin ég hitti að hlusta á viðtöl við hérna Jonathan Barnett sem er náttúrulega eigandinn af stofunni sem síðan þið gangið inn í, þú og Aggi, hérna þessi Stellar stofa. Hann er náttúrulega mikið verið að tala um þessi að þú veist, hlutverk umbóðsmanns er líka náttúrulega bara að berjast fyrir öllu fyrir sinn mann og ég meina leikmaður sem á 10 ára feril á toppleveli, hann á að vera það sem við segjum peningarlega bara klár að þurfi ekki aftur að vinna og þú veist, er það ekki líka svona þessi fjárhagslegi hluti sem að þið þurfa að berjast til ykkar hérna Jú, já, að reyna þess að sagði, sko, samningagerðin verður alltaf mikilvægur sérst við leikmanni er alltaf mikilvægast hlutin að leikmaður fái eins háan samning og hann á að fá það er alltaf sem við upplifum kannski þegar við fórum inn í Stellar að við vorum alltaf kannski barnalegir áður ég og ekki að haldandi að þetta myndi bara gerast skilu af því bara en þetta gerist náttúrulega að þú hefur þekkingu á vissum sviðum, þú hefur þekkingun á vissum mörkum og það er okkar kannski held ég stærsti akkur að vera með skrifstofur allan heim þannig að þegar leikmaður fyrir til Englands, Fraklands, Hollands eða þá getum við alltaf leita inn í til þeirra skilu og fengi bara ráð og hvað getur þessi leikmaður þjenað og þá fáum við svör af því að þeir eru búin að vera með 10 leikmenn áður hjá þessu félagi þannig að leikmaður getur verið fullur að hann fær besta mögulega samning sem hann á að fá á þeim tímapunkti. Það er alltaf svo margar sko maður með endurist spurningum fyrir ég meina ég man einhvern eftir að setja í hlýðin á mömmu leikmann sem þótti nokkuð góður og hún sagði við mig, hjóra ég vil að hann fari til Hollands og ég sagði það er ekkert örugt, þú veist, það er ekkert sem segi, hún sagði, jú ég hef heyrt það Holland sé besti staður til að byrja og ég sagði það er reyndar, þú veist, ég get alveg bent á marga góða íslensku leikmenn sem hafa byrjað annarkvort í Hollandi eða Belgíu, en það er ekkert örugt í og það er svona oft eins og
þú veist, ef við horfum bara á ensku liðina, þú veist, við hefum einn Gylfa Sigurðsson sem einhvern veginn fer 15-16 út og meikar það, en við hefum svo marga aðra sem hafa ekki náð að fara þessa leið og ég meina, en ef við skoðum þess að bestu leikmenn, ég meina, hvort sem að eins og Arnar bróðin sem fyrir Hollands, ég meina Áski fyrir Belgíu, Arnór fyrir Belgíu, Eiður fyrir Hollands, ég meina, það einhver svona, eitthvað þema í þessu. Hver eru stærstir í dag? Ef við myndum taka landslið í dag, hver eru konið lengst í dag? Í Íslensk landsliðinu? Íslensk landslið, að þessum ungustrákum. Já, þá myndum við náttúrulega, þú veist, það orri fer ekki inn Danmörk, þú veist, það er náttúrulega ótrúlega, Hákon fer líka í gennum FCK, alveg nákvæmlega. Þannig að það er, þegar við byrjum með 2012, þá var bara Holland. Já. Það er að því ég og Arnar fórum þá leið, skilur og við bara, þetta er best. Já, það sem gerði svo næsta árin, engin fór í gegn. Engin, það fór í akademíur en engin fór í gegn svo fer Albert í gegn hann fyrir vísu aðeins öðruvísleið fer ekki í gegn hjá sínu fyrsta leiði Heerenveen, hann fer til PSV og fer heldur ekki í gegn þar, fer það til AZ Alkmaar hann hefur öðruvísleið og Kristján Hlinsson er síðan hingaru sem fer í gegnum akademíu og allar leið og England er eiginlega sem betur fyrir bara búið akademíulega sig út af Brexit sem er bara fínt, af því England var ekkert að gefa neitt rosalega vel nema hjá Gylfa náttúrulega, en Gylfi, þegar fólk mann eftir, Gylfi fór mjög erfiða leið, hann var ekkert bara gerist ekki allt inn. Shrewsbury, fóti Gauja Þorvaldi Krú og það sem eiginlega, ég held að hann fekk sitt breyka því að Reading féll, en hann nýtti tækifæri sitt, skilur, það er allir að tala um að fá tækifæri, jú, þú voru að fá tækifæri, en þú voru líka að nýta það, þú voru að fara það. Segjum að ég sé hérna með öflugan strák hérna 18 ára sem var að skora 5 mörk í leikum skotum daginn og það er mörglega að skoða. Ég meina það sem er ofta að tala með svona manni eins og þetta Holland-verkefni sem er svona, þú er bara að fara í topp leikmann. Já. Þá ertu með einhvern veginn svona pínlítið búið bara svona tekningur að leið. Þú veist, hann fer, það er Molde, það er Salzburg, það er Dortmund og svo er Manchester City. Þú veist, er fótbolti það einfaldur að sé þetta að teikna svona, þú veist? Það væri rosa gaman að það væri hægt alltaf að gera og það er markmiðið en þú þarf líka að breiðast við þá, bara eins og lýsti með Alfreð áðan að taka eitt skref tilbaka til að taka 2 áfram þess vegna segi ég alltaf og ég get alveg spurt þér núna, þekkirðu einhvern leikmann í sögu fótbolta sem endaði ekki að svona skilja enda þá getur nefnt bara einn leikmann Rúnar Kristinsson hann var það góður að ég vilja óska þess að hann hefði spilað í enn betri fótbolta. Já, það er eitthvað ástæði fyrir því að það fór ekki út nógu snemma. Var hann á sterkur andlega eða var hann vildi að vera heima mömmu eða eitthvað skilur lengi. Já, ég var bara káttur að þetta eitthvað. Ég veit það, en það eru talin bara að þú endar eiginlega alltaf sem skilja enda. Já. Og þó allir leikmenn vilji líta söguna og kannski og við báðir að þetta gerst nei, það er, ég enda þess að ég átt enda að ég var alltaf meiddur. Já. Og þú kannski varst að sinna öðrum áhugamálum þannig að það er einhver ástæði fyrir öllu en það væri náttúrulega ideal að verða að teikna leið en ég man eftir að sé að ungan Haaland í Molde og hann gæti ekki raskat en það sem þeir gerðu að því að hann var að vaksa mjög hratt á þessum árum að þeir tóku hann alltaf útreglulega út úr liðinu þannig að þeir leiðu honum að þróast og það er svo mikilvægt að þarna að sést umhverfið sem að þá liðið og næra umhverfið sem að þá fjölskyldan að þau hafi það mikla trú á þess að segja á þann trösti prósess að þeir hafa það mikla trú á þessu dæmi að þeir fylgja allir með leið og eitthvað slitnar í keðinni dæmi ef að þú átt strák og hann er mjög efnilegur hann kemur heim til hann og segir pabbi, þjálfarinn er ömurlegur og þú segir, það er rétt svonur þjálfarinn er glatar, þá er það farið skilur strákurinn þinn er farin þannig að þú skilur, þið getur fundist að þjálfari sé glataður og þú mútt ekki segja við strákiðin þú getur sagt af alla aðra en ekki strákiðin hann verður að skilur trúa á þetta þannig að þetta er svona litlir sálfræði hluti sem að þess að segja, foreldrar meina vel og næri umhverfið en það verður að passa sig hvað það er að segja Algjörðu, ég meina, er þetta hluti af þínu, ég meina eins og að róa foreldra og svona aðeins að vinna? Stærsti hlutin, ég veit ekki hvað mikið að síndulum að ykkur í hverju viku við foreldra en ég skil þetta alveg, skilur þeir eru bara að hugsa sinnstrák eða sína stelpu og þau eiga að gera það meðan þjálfari með 25 leikmenn í liðinu, skilur hann hefur ekki tíma til þess að labba hverjum einasta degi og spyrja hvernig líður, hvernig hefur það skilur, það er bara ekki hægt
En hvernig nálgastu eins og hérna sem ég sé óþólum og leikma, ertu mikið að láta þessir á áhuga, þessir á, blessaður hérna, ég held að Molde sé sko eða Wolfsburg að eitthvað. Þegar maður finnst mómenti vera þannig að leikmaður verða að fara bara frá liðinu, það allt annað. Að bara umhverfið þannig að hann verður að fara, annarkoð þjálfarnir ekki að spila honum eða bara liðið bara treystur honum ekki, maður sér alveg bara greinilega að leikmaður þarf að fara, þá þurfum við að finna náttúrulega aðra klúbba og þá náttúrulega erum við til að halda leikmanni við efni, þá náttúrulega þarf að búa til mynda sem að hann fara að heyra möguleikana, en máli náttúrulega leikmanni hafa alltaf eiginlega herri möguleika í hausnum á þessum heldur en raunveruleikin, af því að ef þú hugsaður þetta bara í svona levelum, þá ef þú nærið ekki ákveðnum level, þá getur ekki ætlast til að fara á næsta level. Þú verður að annarkvæmt fara á sambæra level eða fyrir neðan. Sko, þannig að fólk átti sig á því að hérna Stellastofan sem að hérna Bjarki og Aggi að vinna hjá, þetta náttúrulega með marga af stærstu fótboltamönnum heims, Ómar Marmús, Kamavinga, Konati, Kobi Mainu, þú veist, ég geti verið að tala hérna Jack Grealish með stóra dílinn hérna fyrir hvað var 3 árum eða hvernig sem það er. Ég meina, í svona ykkar dæmur svona ráðleikja leikmannum og slíkt og ég meina það mikill kostu fyrir þegar finnum leikmaður og þú veist, þú ert búin að spila í Englandi, þú ert búin að spila í Fraklandi, þú ert búin að spila í hérna og ég meina, síðan alveg sagt það bara sem bara knattspyrnu áhuga maður og vill öllum hérna hvað best og move sem hefur gengið óbúslega vel, ekki það ég ætla kannski að ræða einstaklega leikmenn eins og með Hákon Haraldsson. Bara, ég hef búin að lesa einhvern viðtölu Glenn Hoddle eða hvort og minnir það bara ekki farið til Fraklandi og getið tala fransku og ég held ég að með þess að Eiðursmári sem yfirleitt búin að læra öll tungumál fyrir hátegi og hann sagði bara það rosalega erfitt að hérna, spila í Fraklandinum og kunni fransku eða hvernig það. Ég meina Hákon talar ekki stakt orðið fransku. Nei, en hann algjörlega hann bara fótbolta heili. Bara, og það, ég mani, við fundum fyrir sig gagnrýni líka á hvort að fara með til Fraklands. En málið að, veist, ef hún læra mastera Frakland, þá ertu klár í The Holy Grail, sem Premier League, sem key player. Og það alltaf hugsunin líka á endanum að geta gert og líka það, þú skilur hvað vestar sem getur gerst. Veist, ef þú klikkar á, ef þú ferður upp í level, klikkar það ferður bara saman level. Það bara worst case scenario sem var það FCK, skilur. Þannig að það var rauk og Lilli líka bara flott saga baku Lill. Þú líka kannat alltaf sögunni á klubnum sem að fara í, hver sagan á klubnum? Það Eden Hazard. Byrjað þar og svo heldur áfram með endalist og flottu leikmanni. Það góð saga hjá Lill innan Fraklands, Evrópu, Selja og svo framvegis. Þannig að þú verður líka spáð í þessu hlutum þegar þú velur klúbba fyrir leikmanni. Sko, það annar leikmann sem að hérna, ég meina eins og Ísak Bergman. Hann bara orðinn kóngurinn í Düsseldorf. Ég fór til Düsseldorf í sumar og ég meina svona rætaðins við, veistu, ég meina hann miklu metum hann. En ég get alveg ímynda mér að sko, það náttúrulega allir þessi leikmenn eiga vini og fjölskyldur og annað sem að telja sér vita allt og kunna allt og svona. Það eitthvað sem segir mér að þeir segir mér að herri, nú, þú veist, þú bara almaðurinn hér og nú verður að fara eitthvað hérna, en þú veist, það ekkit sjálfsagt að vera almaðurinn, besti maðurinn, vinsalasti leikmaðurinn, þú veist, og þú veist ekki hvert þú ert að fara úr því umhverfi. Og saga hans líka dálítið mögnuð og líka kannski svona fyrir unga leikmenn og sem að fylgjast með að hann náttúrulega gengur allt í hæginn hjá Nörsiping og bara orðið stjarna og seldi fyrir háar upp að til FCK það sem vinur Hákon líka gengur ekki upp þar og þá þetta að finna þessi leið tilbaka skilur, það var ekki allt í einu að Ísak var allt í einu lilla leikmaður þetta bara gekk ekki upp og þá fer þetta til Düsseldorf og það hann að brillera og ég nánast get fullirt að hann að ef hann fer ekki upp með Düsseldorf á einhverjum tíðanbúti þá fer hann í Bundesliga eða hann mun enda í top 5 deild hann það góður sko. Og líka talandi bakland nú ætlum ég að tala vel Skagan sko. Það bara kultúrin á Skagan já bara veist, við erum með sletta strákum frá Akranesi hjá okkur náttúrulega spila með fóreldrum og eða vispöppum og svo framvegis frændum en allir þessi strákar eru með svo frábært bakland það aldrei neitt panik skilur, við talandi Ísak skilur, Jói-Kalli út með Hákon, út með Hatta út með Arnór Sig, út með Sigga Sigurstein skilur, þetta allt fyrrum þeir að upplega þetta áður sko. Þannig að það ekkert panik þó að hlutinir gangi upp þeir skilja mekanismann hvernig það virkar alls saman og ef þú ert nógu góður
þá myndu skilur taka næsta skref, það er bara þannig. Það engin spurning og ég meina þetta er náttúrulega ótrútt með Skagan, þú veist þó að hérna liði í kannski hættir að vinna titla, þá eru alls ekki hættir að búi til leikmenn og svo sannlega ekki, ég meina þið hafið eins og líka verið að gera aðra hluti, ég man eftir að í kringum COVID og upp á þeim tíma var ég mikið að vinna í Danmörku og hitti Akka nokkuð reglulega og svona og var alltaf að spurja út í þetta Ítalíubullans eins og ég kallaði þetta á þeim tíma ég sagði bara, hvað gaman að tala þetta já, og veist hérna og ég sagði við hann hvað er þetta ákveð þetta, því ég hafði séð þú veist hvernig facilities voru hjá ungmennum í á Ítalíu, ég sagði veist, þetta er bara, herru, svo er það komið á daginn, allir þessi leikmenn eru búin að ná miklu lengra og þú veist, skildu stráka jafnaldra sína eftir á Íslandi, það er að segja þú veist, þeir fóru bara á næsta stað ég meina, Gísli Kott er núna komin til Póllands, ég meina Ari Ellsborg Benoni í England Klínur já, ég er að segja það og svo náttúrulega hérna Andri Fannar sem auðvitað byrjaði þetta allt saman hann náttúrulega hefur Mikael Egil sem enginn þekkir í Íslandi þessi gauri skrýmsli hann fyrir út, grændar í 2 ár þriðja árið fer hann í gegn og svo bara heldur hann áfram veist, annað dæmi frábært bakland líka fóreldra sem bara styðja hann og bara hafa ekki hlustað á neitt og skæl það er bara áfram gag en málum Ítalíu efaðast aldrei þess að þegar ég var alveg bara að segja við Akka sko, þú voru að fara að hætta þessu en ef þú hugsa bara rauka þú er hrifin af stats hversu oft er Englandur að heimsmeistari einu sinni Ítalía já en má ég þá countera þetta má ég segja hvað er langt síðan að Ítalía fóru að HM ekki hugmyndu það eru Rússland eitthvað 2014 það er ekki Rússlandi voru ekki Rússlandi en ég vil tala þeir eru með fótbolta hefð þeir eru með heimsmeistari 4 sinnum Evrómeistari 2 svar svo er allir að segja Ítalía sé ekki fótboltaland þessum Ítalín náttúrulega gagnrýna margt Ítalíu og eitt af þessu náttúrulega svona aðstæðuleysi þetta er allir primitív en þeir kunna búið til fótboltamenn og það er líka menn ekkert vera hræddir við að koma heim aftur eins og með þá alla þessar 4 strákur sem nefndum áðan þeir þurftu að koma heim og við vildum að kemur heim til að upplifa first team fútbol til þess að við sæjum og geta þeir svo tekið skrefið skilur, geta sannaði fyrir öðrum að geta tekið skrefið út aftur sem first team players og þeir voru allir Bologna er ekki smáklúbur það er ekkert grín að fara þar í gegn sko. Þannig að fólkstundum áttarskil ákvæður að tala sko, en Ítalía er geggjað fótboltaland en það er ekki fyrir alla, þú þarft að vera mjög sterkur andlega af því að þetta er svona versmíu dæmi á þeim, þeir vilja marga, þeir elska ekki að díla þeir elska að víla díla og hafa fjölda leikmönnum en þetta er mjög ákvæður leið Sko, þessi nálega þínu þetta við Arnar, svona byggir oft upp svona ákveðna umræðu meðal annars í þessum þætti að við ræðum oft, þeir eru bræður og hérna leikmaðurinn hér og eitthvað svona ég meina það komum við þetta máli síðasta hérna landsluka sem að hérna tengda svona þinnir valin í landstofun fannst þér, finnst þér við einhvern tíðan fara þessi tenging og þetta verður bara það er eiginlega ekki alveg hægt að skauta fram hjá þessu Nei, það er bara frábært en þá bara aftur, facts menna hann að spila landsleik undir Óge Haraldi sem að allir séu verið besti landsleikur Englandsleikurinn og hann var einn af betri mönnum hann var komin í landsleik undan og svo bara held ég að Arnar hafi lýst því ágætlega þegar þú ert í 2-5-deild Serie A þá hefur þú smá fórskot það er bara ekki, erum við ekki að sammála það hefur þú smá fórskot og þegar við náttúrulega vísa í annar leikmann sem hefði kannski átt að vera skilið frekaður liðinu, hann var ekki í hópnum á þeim tíðanbúti og ég dýrka þann leikmann, þetta er alveg frábær leikmaður, topp drengur þvílíkur atvinnumæður en svona ef við bera saman bara kalt og fer ég skil alveg ykkur þetta selur og talking point en bara svona hardcore facts þá bara, þetta ágifið En það eru þetta sko, þú vinnur starf sem að mörgum innan fótboltans er illa við ég meina, bara innan FIFA það er talað ykkur það er talað þannig, þú veist hvernig er það að vera einhvern veginn að það sé einhverju sem lítir bara umbóðsmennu hotnöga eða hvernig það er Ég réttlæti alltaf þannig að leikmaður þarf rödd skilur, það félagsliðin er ekki að semja á leikmann og hugsa að við ætlum að gera leikmannum greiða leikmaður þarf rödd til að hjálpa honum að semja sem besta samning og þannig stoppar þetta endan náttúrulega, þú ert alltaf að tala um hvað er góður samningur og hvað er ekki
fyrir mér ef það báðir aðlega eru jafn ósáttir skilur það, veist ekki sáttir heldur ósáttir af því það alltaf þannig að þú vilt alltaf meira skilur eða borga minna þannig að báðir aðlega alltaf svona jafn ósáttir en auðvitað bottom line að leikmaður þarf rödd og þarf einhvern til að hugsa bara hans mál og það með stoppar þetta en svo getur endalaust gagnrýnt skilur eins og með Raiola þegar hann var og hét mér blöskraði skilur veist, það á ekki umbjóðsmaður að detta inn í einhvern klúbb og taka út úr honum 20 milljóna punda það bara að því bara það ekki rétt sko. En það auðvitað það svona alls konar í umræðinu núna það verið að tala einhvers konar launaþök það verið að tala þú veist, einhvers konar hámark á hvað umbjóðsmenn geta þeir það búið að blásta allt á borðinu það er bara, það er ekki hægt lagalega hvað er þarna lögfræðingur pípari, það skilur, við getum haldið endalaust og sett lög þá bara á heyru, þú mátt bara, veist, ef það er markaður, svo náttúrulega kannski annað sem fólk gerir sér grein fyrir, það er mismunandi eftir hvað leikmann á í hlut og hversu margir klúbbar eru eftir viðkomandi leikmanni skilur, það á ekki eitt við alla skilur, en endan náttúrulega er bara þú semur alltaf einhvað ákveðið skilur, ofan á laun leikmannsins og sem félagslið sem greiðir og auðvitað náttúrulega ef með eftir svona leikmann sem örgli vilja fá, það segir sér sjálft að þú var herri greiðslur. Það er eitt sko að sem við séð gerast á síðustu 5-6 ára síðan og ég svona hef stundum bent á þig og Agga í því samtali. Hvernig Breiðablik og Víkingur skildu aðra eftir? Ég kemur fótbolta sem að forráða með liða vilja talað kannski ekki sérstaklega hlýlega til umbúsmanna en það verður einhvern veginn til svo verður einhvern veginn þannig að svona Víkingur og Breiðablik fara bara svona, herru, getum við ekki unni með getum við ekki, þú veist, er þetta ekki bara eitthvað vinn fyrir okkur, getum við ekki eitthvað aðeins gert með þeim og það hefur náttúrulega verið nokkuð áberandi að leikmenn frá Stellar hafa margir hverjir farið í þessi tvölið og Já, það er náttúrulega því að þeir eru að sinna okkar leikmennum. Ég líti alltaf þannig. Segjum að leikmann sé að koma aftur til Íslands eftir að vera í akademíu. Þá leita maður til klubba sem maður getur treyst. Ég get náttúrulega treyst bróðum mínum. Það bara segir sér sjálft. Svo Breiðablik frábæra sögu. Valur var ekkert með geggjaða sögu. Skilur, á því tíma að ungi leikmenn kæmu og bara spiluðu yfir höfuð. Þannig að auðvitað leitaði maður í þessa klubba sem hefur reynst okkar leikmennum vel og það er líka kannski annað miskilningur að náttúrulega liðindóldið eru náttúrulega verðleikja sín leikmenn mismunandi og stundum alveg út úr kú skilur, en í grunni það eru við allir saman liði, við viljum að leikmenn fara á sem hæsta pening það er bara gott fyrir íslenska fótbolta það er gott fyrir alla, en það þarf að vera raunhæft og eins og ég sagði það á ekki eitt við allt mann er tökum senstu 2 ár, með Eggert fór á frábæra sölu hann í fyrra, en hann var eftirsóttur gekk vel, núna fóru Gísli Gótti, það bara verið með honum hækkaði af því að það var bara eina ástæð fyrir það, því Víkingur var í Evrópukeppni gekk vel, Ari Sigurpáls og hann að Benani, skilur þetta eru besti strákunir sem fara og þetta vilju að liðin fái sem mesta pening fyrir þessi leikmenn, það er gott fyrir alla. Ég kannast aðeins við þetta Stockport-projekt því ég veit að hvaða peningar er komið já, það eru miklu peningar og það er þú veist, ekki bara verið að taka fótboltaliðin gegn það er verið að taka allt í gegn þegar maður sendir, þú veist eins og hann fyrir í League One er við þá að horfa bara eitthvað svona þú veist, það eru draumatablan okkar hérna það er bara Ollie Watkins, bara, og sjáum hvernig hann brýst inn í gegn, sjáum hvernig Jamie Vardy gerir þetta fyrir það fyrir nokkrum, reyndar árið mörgum ára síðan, en þetta er þessi leið, það er hægt að fara hann Ég viðurkenni fúslega þegar þetta kom fyrst upp þá var hann bara, ég veit ekki svo fór maður að skoða klubbinn og hugsa til þess aðeins sem þú ert að nefna líka og þá líka mig sjálf en ég fór að selja sjálfur minna prestum var ég líka vonað þegar ég fer ángað og beinti upp í Championship og fyrir mig svo inn í úrslitaleik að komast í úrslitildina þannig að en aðalatri var að klubburinn kom ekki heim líka kynnt þetta vel fyrir okkur og við fórum út og maður sá bara að þetta var alvöru projekt þannig að maður leit fram hjá einhverju League One og fór að hugsa meir bara hennan vettfang til þess að ná lengra bæði að hann getur farið upp með Stockport í Championship þá er þetta bara komin að allt annan level eða þá að hann getur gert það vel hjá Stockport að önnu lið sést kaupan og þá er þetta bara no-brainer
og líka út komin bara inn til Englands þú getur sleppt út í millilegin þú ert komin inn til Englands þú ert komin inn til Englands og hann náttúrulega þarna í þessu svæði, þessu stór Manchester svæði þú ert með Liverpool hérna og svo alla þessar klúbba þarna í kring þarna í norðvestur Englandi sko að því þú varst þar með aldur þegar þú veist bara á þeim tíma þú stressaðu tvítur að því að þú hérst þú verið búin 30 og þú veist í dag erum við með 40 leikmann sem þú veist markaðistur í þjóðadeildinni sko. En hérna þú veist hefur ekki, það er svo margt breyst á þessum stuttatíma sem þú veist, þetta eru 10 ár rúm sem að þú verið í þessum brasa þú veist, það var horfið frá okkur markaðir eins og til dæmis Kína, Rússland ég meina, þú veist svona, sem að voru svona ákveðin svæði sem að leikmenn gáttu farið og þénað vel á seinni hluta Kazakstan, það var Astana, Rúnamor geggjaði klubbu fyrir hann bara Þannig að þú veist það hafa ákveðinu markaður horfið og ég meina Saudi er svona kannski þessi, þú veist, kannski aðeins Tyrkland en þú veist að vera fullorinn leikmaður maður bara svona, að vera samningslaus fullorinn leikmaður það er hérna ef maður skoður bara gullkynsluna þú veist, það hefur ekki verið voru svona hlaupi að því á undanförnum árum að ná í samningarna sem kannski voru auðveldar að fá kannski þegar þessar deildir voru í gangi Það er rétt og líka þessar deildir eins og MLS að þeir eru fannir að hugsa þetta allt öðru sem gerði kannski þegar þeir voru byrjuð. Þá var hugsun að fá David Beckham sem var past his prime og þannig hann Zlatan en núna eru þeir að vilja að fá leikmenn sem eru yngri með resale value til þess að selja inn í Evrópu. Þannig að það er aftur eins og þú segir að fyrir eldri leikmenn sem eru eins og okkar gullkynslóð það er ekki hlaupið að því að finna lið og þess vegna kannski hafa enda sem bara frábært þá að geta það spilað og þjána góðan pening og allt þetta en það er eiginlega svo er stundum ofta ekkit kostur að vera með lausa samning, hafa þetta ekki spilað í töluverðan tíma að hvernig hugsa lið, til dæmis segjum bara í janúargluggi þú ert ekkert búin að spila frá sumrinu til fram í desember, þú ert með lausa samning janúar er impact mánuður þú verður að koma inn með impact og þá ertu þó sitt frýr þá eru liðin ekkert endilega að horfa á þann leikmann því að þeir vilja fá impact leikmann sem bara kemur, spilar, stendur sig og svo sjáu til leikmaður sem er ekki búin að spila í 6 mánuði er ekki impact leikmaður þannig að það er skilur stund að líka að hugsa þetta svona í þessum dúr svona búta strategi sko hvaða, hérna fyrir vorum að tala um tölfræði og ég fer að hleypa þér út fljótlega ég bara, hvaða tölfræði fyrir mest í töðunar hvað finnst mér veist useless tölfræði hvaða bara svona tölfræði tekur Bjarki Gunnlaugsson bara svona, takt þetta frá mér það er 99% success sendingar reynd okay. það er bara þvælar sko. John O'Shea gefur 99% af það já, nákvæmlega það er svona, ég skauta alltaf fram henni, en ég er farin að núna sem er liðir fann að spá meiri í sem að ég er farin að meta líka núna og leikmenn, segi leikmenn líka það er XA expected assist af því að veist, assist verður ekkert assist nefnir einhver skori skilur og þá ert í fílu yfir að þú kannski ert að leggja ég laði bara Arnar og hann klúraði skilur og bara, koma, ég fengi assist en núna færðu XA og núna er það stats að koma stertinn, ekki bara XG heldur XA og þá ertu metin á sendingunni það er ekki þér að kenna leikmann að klúra þú bjóst það til, en þú fær prikkiklata fyrir það þannig að það er mitt upp á svona ég meina, ef að 19 ára gammal stráku kemur til þín í dag og sagði bara, Bjarki, mér langar að umbóðsmaður yfir stór hvað myndirðu ráðleikir auðvitað, náttúrulega, þú veist hann getur ekki búið kannski til fótboltaferil eins og þú náður að gera þetta því sem ég held að sé hljóta að vera besti hérna undirbúningu fyrir það en hvað myndirðu hérna leggja það til að sá einstaklingu sem að dreymir að vera umbóðsmaður eða vinna í tengslum fótbolta hvað viltu hann fara að læra og hvað viltu hann hérna ég vil tekið dæmi bara minn félaga partnerinn í Græn, Magnús Agnar hann var ekki skilur fótboltamaður, yngri flokkurinn spilaði fótbolta en hann var aldrei atvinnumæður en svoleiðis atvinnumæður handbolta hann þekkir íþróttaheimin en veist ef ég var eftir umbóðsmaður í dag þá myndi ég velja típa svo hann þetta er bara, þú þarf náttúrulega að velja vera góður í mannlegum samskiptum og vera öll þess atriði sem þú lýstir áðan skilur frá sálfræðingi og upp úr og þú þarft að eins og kannski með hann líka hann kemur bara dýra eins og hann klæddur hann getur hitt drottningur og konga og hann er alltaf aggi skilur og svo fyrir hann niður í lóðstöðu lóð þar hann samt aggi þannig að mér finnst þetta mjög góð kostur að vera
bara góðu maður en sem það er ekki nám sem að þú myndir nei, það er að taka próf í dag já. og sem er mjög erfitt próf Er það ekki bara gott? Jú, það er bara frábært. Það ertu náttúrulega sikta út og það var ástæði fyrir að FIFA vildi fara sér leið að því allir og ömmu þeirra voru áður umbásmenn og FIFA þá hvað í fyrra laði til allir sem vildi vera umbásmenn þetta taka próf og þá lærir náttúrulega að því að þetta er náttúrulega eins og þú ert að selja eignina og leita til fasteignasala, þú vilt fara til löggilds fasteignasala, af því að hann er að höndla með þína peninga og sama ánáttúrulega við umbásmennsku, þú voru að vera löggildur umbásmaður, þú ert náttúrulega að díla við fjármál fólks, samningamál, þú ert að gefa ráðgjöf skattamál, þú ert að gefa ráð til leikmanna hvert er að leita með fjárfestingur annað, þó að við erum ekkert sjálfur í að fjárfestur leikmannum, þá bendum við á fag aðeila sem að þeir séðan bara sjá sjálfur, skilur. Við viljum ekki vera milliliðið þar, ég vil ekki okkur laðið til að mynda kaupi díkót, hvað veit ég þetta? Skilur, þú er að greina þetta einhvers staðar. En mér finnst þú vera svona íta mér átt af því að ég segja að vera strákherrið, fara í lögfræði. Það er frábær undirbúningur. Geggjaður undirbúningur, skilur, og tala ekki hefur líka einhvern íþróttabakgrunn, það er ekki endilega fótbolti, en íþróttabakgrunn og lögfræði klálega geggjaður bakgrunn í þessu. Eins og fyrir þig, ert þú umboðsmaður bróðins? Sér þú málinu að finnur ykkur svona konflikt of interest í því að ég tók eftir að hvort ég hlustaði á hann Barnett eða Jonathan Barnett talaðu svona konflikt of interest í því sambandi að verum bæðið með þjálfara og leikmenn. Já, Stellar hefur grunninn ekki viljað með þjálfara. Nei. Og ég heldur að Arnar sé eini þjálfari sem er skilur og ég skila þetta konflikt. Það er við tekið dæmi bara United, SEG með Erik ten Hag og Rasmus Højlund. Veist það, þá er þetta svona, ef þú ert alltaf að taka þín leikmenn og næst ekki árangur, þá náttúrulega þú ert að gefa færaður. Þú þarft ekki að vera lengra til vinnaðina í Molde, sko. Já, nákvæmlega. Ég meina Solskjaer og Jim Solberg og Solutions og allt þetta, sko. Nákvæmlega, þannig að það er alveg, þú ert að gefa hann að færaður, en ég held að, og Arnar er fyrst til að votta verið það, að bara dæmi mig Gísla gott að hann var í Víkingi, ég var endalaust að pressa á hann að spila honum, hann bara tröstu prósess þannig að landsmenn geta treyst því að hann er ekki að vera að hlusta á mig þegar kemur að vali að liði, hann fyrir sinni eigi leiði, sko. En ég skil alveg skilu, þú ert að gefa færi á þér en mann treysti bara hann er bara bestu leikmenn. Já, þetta er líka pínu svona einstætt samband, þú veist. Já, ég náttúrulega, veist, ég metnað í þessu, ég vil að hann nái langt, ég vil að hann komist með landslið á lokamót og vonandi verið þjálfar einhverstur út í heimi, það er mér metnað fyrir hans hönd og ég er metnað fyrir alla okkar leikmenn að þeir ná þessi lengst, þannig að það er mitt, skilu, ég er að fagna meira fyrir þeirra hönd heldur en þegar ég var þessi leikmaður að gera einhverju góða hluti, mér finnst þetta ógeðslega gaman þegar þeim gengur vel, þetta er best stilning í heimi, sko. Finnst ekki geðið samt líka að sjá hann og Óskar bara að finna sér nýjan starfsvett og fullorðin menni, þú veist, þeir eru báði 45 ára bara verða þær allt í einu bara, ég meina, Óskar, ég veit ekki hvort það er rétt saga, en ég heyrði að hann hafi byrjað að þjálfa út af börnunum sínum að vilja þjálfa börnin sín og svo bara heldur hann áfram og með frábæra hugmyndir og kemst að staði, heyrði þessi hugmynd á við hérna fyrir að næsta level, hann og líka við hérna og ég held að þeir við ofta rættum þetta að ég alltaf þekki það báða mjög vel, sko, og ég er oft svona á milli líka, bara Óskar ringir í mig, byrju hvað er Arnar að spá og Arnar ringir í mig, byrju hvað er Óskar að spá og ég er svona að hlæja þessu en í grunninn voru þeir frábæri fyrir hvern annan og held í íslenska fótbolta þeir voru að íta hverjum öðrum upp, skilur, sem og þeir eru báðir náttúrulega mjög ákveður á stað núna, Arnar náttúrulega með landsliðinu og Óskar með þessu KR projekti sem mun vera success, það er bara gifin ef þeir hafa þólið með þess. Sá viðtalið hann gæra, hann segist aldrei að hlaka því að mikið til. Já, bara geggjað, sko. Þannig að eina sem þetta snýst í á þeim núna er að hafa þólið með fyrir þessu. Og eins og Víkingur hafði fyrir Arnari. Já. Hefði Arnar valið sem fyrsta gigið 2019 val F á KR, hann er ennst í kortir. En svo er líka bara gaman að sjá þróun Arnar, ég meina þetta var svona watershed moment fyrir mér þessi 3 leikur mútið val þegar ég sá þetta og ég sagði bara, heyrðu, hvað er geðbylur í gangi og ekki, þú veist, einhvern veginn, ég hef ekki séð svona fótbolta á Íslandi. Nei, nákvæmlega. Og þessi þróun síðan Arnari, hann fer úr því að vera mjög romantískur í að vera pínu pragmatískur svona undir lokin. Kannski svona, eins og öll þessi successa með hann, svona einu vonbrigði mín með hann er að, sko, að því að ég þekki hann sem svona svakalega, svona kurtisan gentleman
að eru þessi ég held að þetta séu hljótar þetta séu farið úr hún núna, þessi gul og rauði spjöld þetta bara eins og við byrjuðum þáttinn, þetta ég á gólvellinum það hann eins og landsmenn sjá hann, en ég þekki hann ekki því ég sé það veist að en ég sé alltaf þeir eru alltaf hættulegastir sem að svona snappa veist, það er miklu betur að ég sem krauma alltaf skilur, eru bara alltaf kraumandi en hann er svona snappari, svona rólegur og svo snappar hann, en svo hann ég hef engar áhyggjur með landsliðinu eins og var í Evrópuleikjum, þá VAR skilur, þannig er alltaf þetta er eitthvað svona, og ég vorkinni dómurum að lendi þessu, því að þeir finnst vera eitthvað svo sem ekki réttlætismál, þessum blessuðu þjálfurum þegar þeir finnst á sig vera brotið og haldið sér persónulegt og það er hann með guttunum sko, með bara missa sér sko, þetta er náttúrulega mikið passion í þessu leik. Sko, við erum náttúrulega, þú veist núna, bara alveg í lókspjöldsins, ég minna að það er heimsmeistaramót, svona eins spennandi heimsmeistaramót og verða kannski, þetta í Bandaríkjunum, Mexíkó og Kanada næsta árið, þú veist, og þú ert að fylgjast grannt með öllum leikmönnum, hvort sem maður Orri eða hvort sem maður Hákon eða Hákon Markmaður og allir í strákar. Hefur þú trú að við getum farið þarna inn á þetta mót? Já, bara 100%. Við erum með hugsa út í þetta, við erum bara nákvæmlega sama stað og 2011 þegar þessi gull kynslóð er að koma upp, þeir þurftu við þessu einu vonbriði 2014 svo byrja þetta alla og það getur vel verið að vonbriðin en að gæsla verði skilur að hafa með Bandaríkjunum skilur að komast ekki ángað en næstu 10 ár verða frábær það er bara, það er óhjákvæmilegt með að hauga af talenti sem við höfum og svo má ekki gleyma að þeir sem eru að koma líka eftir veist það eru strákar 2005, 6, 7, 8 jafnvel 9 og 10 sem eru helviti flottir þannig að ég óttast ekkert með Hefur svona aldurinn á deildin okkar menn svona finnst hann aðeins að vera minka núna en ekkert mikið sko hefur svona rætt það við þjálfara af því að þú veist kannski, ég veit svo mikið hvað sem miklu sambandi þú ert við þjálfara en ég meina klárlega við Óskar og við Arnar og tala við þjálfara menna, yngi með aðeins eða Já, það er alltaf glórulegt að við séum með hæsta meðalaldurinn í Evrópu og Íslandi það er bara, það meikar enga sens eina skýringi sem ég hef, það sé bara svo mikið stress í öllum þegar það var aukinn peninga vegna sjónvarstekna voru fyrir 2-3 mánuðum síðan þá vesnaði þetta ennþá meira sko þá er þetta eldast við það mátti ekki falla, þá missir þetta og svo fór þetta líka út í lengjudeildina því að þetta play-á-stæmi sem geggjað skilur fyrir okkur hlutlausa að horfa á þetta er ekkit endilega að segja þetta er unga leikmenn hvað gerir liðin þegar þú þurfa að ná í play-á-sæti þá spila þér reyndarleikmennum við eigum að hugsa þetta miklu lengra og líka bara í þjálfun á yngri leikmennum að reyna að búa til atvinnumenn ekki bara leikmann fyrir Breiðablik eða Víking eða Val eða whatever heldur að reyna að búa til atvinnumann og byrja tóldi svona hugsa út í það, okkur heldur þannig liftinga fyrir yngri stráka eða stelpu, við byrjum svo að lifta svo seint það er svo það sem bara tabú að hann ræði þessi mál skilur, svo kemur út og þá sem maður 16 ára gutta með læri á í símastöra það er einhver ástæði fyrir þessu þetta er atrið sem við getum alveg gert Ég held að þessi líka arleið frá gamalli tíð þegar það voru bara 18 leikir þau 27 svo miklu meira af því að þú veist það var eitthvað hraðmót alltaf í byrjun og ég man eins og þegar við fjallum hérna Valur á sínum tíma það voru með 2 eftir 5 leiki það voru eitthvað hraðmót búið, það voru eitthvað 5 leiki bara á 12 dögum og svo voru við að leiðin eitthvað 30 dagar frí það var bara panik og við vorum bara konið fallbaráttu það er rétt sko þetta er mjög og undirbúrstímun varstu því skilu það var alltaf máttu bara taka sprett í viku fyrir mótið ákveðum að ekki taka sprett í alla vetur við vorum upp á eitthvað tíma ég held að þetta er ekki spurning og búið skemmtileg þróun á fótboltinn leikurinn okkar er í frábærum höndum eins og staðin hún er, þú veist, fótbolt hefur aldrei hann var miklu AC Milan Inter þegar 93, hann fór 1-0 eða 0-0 dag fyrir 4-4 Já, bara fleiri liði sem eru bara skemmtileg þessi bara England, Bournemouth, Brighton Nottingham Forest þetta er bara veisla að horfa þetta ég held að ég sé búin að gjörsanlega keyra á Bjarka Gunnlaugsson ég get ekki mælt nógu mikið með þessum þáttum á B þetta er auðvitað líka maður sem þekkir þetta inn út sem er að gera þessa þætti sem hjálpar mikið til Arnar Bjarki og einhver sem hefði ekki þekkt söguna það er bara alltaf verið öðruvísi hann auðvitað þekkir þetta inn út og ég verð líka að rósa svona val á viðmælendum
mér skaman að sjá Theodor Hermansson þetta og Rósi þetta svona þetta er bæði fyrir allandi og svo líka fyrir skamin þetta er náttúrulega, þú veist sko pappikar hann yngri en þið ég var bara að horfa það hvernig getur hann verið, hvað er hann fættur? Hann er legend sko hann er 51 mótil hann æfa svona hann er bara alltaf bara fitt gauð þau alltaf skilur hætta í skóla 13 ára og sjá fjölskylduna því að pappan stó og þetta er bara nagli og eins og fólk kannski heyrir í þáttunum það er ekkert eitthvað elsku mamma sko. Nei. Þetta er svo sem má líka ekki þá komur ekki einn yngri sem að náði býsna langt í fótbolta það var Garðar Gunnlaugsson náði mjög langt í fótbolta og svona þegar þú skoðar það bara lókum það hefur ekki að vera uppasmaður hans talandum sterkur nákvæmlega og velja leiðir og svo framvegis ekki fara til Búlgaríu til dæmis þó að það verið gott fyrir konas já, ég meina, en það er Seska Sofía við bara, var ekki Seska ég veit það, en svo bara ef þú spilar ekki eitt leik, þá var ekki hann férst ekki launin þá ættu bara konið ellegileik það er hérna, eins og segja, hann var góð leikmaður og ég meina, eins og segja, stæðilegu sendir þessi nýji norræni strækir sem í tísku í dag, hvað er þetta margir maður? Þú ert með Orrað, með Holland, þú ert með Sörluð, þú ert með Ísak og allt í hennu fóru bara, eru við Suður-Amerikum þetta var svona degjandi breyt, númer 9 strákurinn, núna er þetta að koma heldur betur upp og við erum ríkir af Íslinga líka við erum með hellinga strákum Beno í 21 ás, Hilmir í 21 ás fyrir utan alltaf Orra og Andar Lukas heldur betur og náttúrulega Daniel Guðási líka þetta er ekki vandamál hér á landi sko þetta er skrítið hvernig fótboltinn breytist þú veist, ég held alltaf að við erum alltaf með geggja hafsenda, stóru og sterkir það er alltaf svona mín mynd af Íslendingum þeir eru að koma þeir eru að koma við erum smá þólumæður í smá tíma þá munum við koma heldur betur, Bjarki, það kærlega fyrir að gefa þið tíma og spjalla við okkur og eins og oft bara minna enn eina ferðina horfa á þessa þætti, þeir eru frábærir Takk hérlega